Komið þið sæl og verið hjartanlega velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum að fara víðan völl í þættinum í dag en við ætlum að byrja á menningarlegum nótum því að þann 13. ágúst næstkomandi opnar sýning á verkum Ali Sigurðssonar í Deiglunni á Akureyri og stendur til 22. ágúst. Hingað til mín komin sonur listamannsins Sigurður Aðalsteinsson. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Þið núna stendur til að sýna loksins, það búið að standa til í dálítinn tíma. Já, við ætluðum að hafa sýninguna í nóvember síðastliðnum, en hættum við út af COVID. Já. Það stóð illa á þar á þeim vígstöðum. Einmitt. En svo ákváðum við fyrir sumar að velja þennan tíma og vonandi gengur þetta bara allt hjá okkur núna og sýningin verður hvað sem tautar og raular. Já, ekki spurning. Og stendur þannig í rúma viku frá 13. ágúst til 22. Akkurat 2 helgar og vikur á milli. Já, þannig að það aldeilis tækifæri fyrir fólk að koma og líta á öll þessi listar. Við kannski þurfum að fara svolítið yfir það, mamma þín náttúrulega mjög merkilega sögu. Ef við ekki að rekja það en svona fyrir þá sem ekki þekkja. Já, allavega kannski svolítið óvenjulega fyrir íbúa þessa bæjar. Já. Hún fædd og uppalin vestur í Kaliforníu. Já. Við náttúrulega gjör ólíkar aðstæður hér. Reyndar ekki í borg eða bæ heldur hreinlega út í sveit. Já. Miklu fámenni, miklu dreifbýli og var í miklum tengslum við náttúruna og sem sagt mikið náttúrubarn. Fer í skóla, lærir myndlist í San Francisco og kynnist þar pappa. Og þau giftast og flytja til Íslands 45. Einmitt. Og þá þetta samfélagið ansi ólíkt því sem það núna. Heldur betur. Við náttúrulega áttum okkur ekki sjálfa á breytingunum, en hún svona var að segja mér þetta svona smá saman og ég auðvitað ekki dunglamb og búin að upplifa líka. Einmitt. Nei, og hugsa sér bara að koma sprenglærið úr mikilli menningaborg eins og San Francisco til Akureyrar 1945. Það ansi mikill mun. Hún hafði verið auglýsingateiknari í 1 ár eftir nám í San Francisco og það var mér stundum fundist það svolítið sérstakt að hún skildi ekki bara opna stofu hér, því hér var enginn að gera þetta. Nei, einmitt. Hún gerði það ekki. Heldur var í rauninni alla tíð heimavinnandi húsmóðir en hún var að teikna fyrir stofur og fyrir til dæmis Prentsmiðs Björnssonar mjög mikið, bókakápur og logo og alls konar heima í eldhúsi við þetta svolítið erfiðar aðstæður. Já, einmitt. Í mörg horta lítur kannski ekki alltaf friður til þess að sinna því. Nei, alltaf var alltaf að taka til á milli og svona. Já, en hún gerði þetta mjög lengi, En síðan opnaði hún auglýsingastofur á Akureyri og hún svona dró sig út úr þessu. Já, einmitt. En málaði alltaf. Sem sagt vatnslitamyndir langmest og gjarnan bæði landslag og dýr og fugla. Já, einmitt. Eins og þú segir, hún var mikið náttúrubarn. Já, það engin vafi að hún hefur eins og tekið áhrifin í uppeldinu með sér fram á fullorðinsár inn í listina. Já. Hún átti hesta í Ameríku strax sem bara krakki og hér eignaðist hún fljótt hesta og hafði yndi að því að ríða út hér í nágrenni bæjarins og jafnvel lengra og málaði gjarnan, gerði skissur í þessum ferðum og málaði þeim konu inn. Já, skemmtilegt. Og hvernig fóruð þið að því að velja, nú þetta mikið samansafna verkum svona í gegnum árin, hvernig fóruð þið að því að velja verkin á sýningum? Mamma hafði nú tekið þátt í nokkrum samsýningum hérna á Akureyri á vegum listhópsins og málaði þá gjarnan svolítið meira í kringum það og seldi myndir eins og aðrir á þessum sýningum og seldi líka heima, fólk vissi svona aðeins alveg og vantaði gjöf eða eitthvað og leitaði til hennar og hún var svona búin að selja þó nokkuð mikið af myndum. En þegar hún deyr 2011 þá átti hún í sínum fórum
allmikið af myndum. Og það eiginlega ekki fyrir að föður mínum látnum nokkrum árum síðar að það kemur bara í ljós að það eru bara einar 100 myndir bara semst í svona geymslu þarna sem hafði einhvern veginn orðið bara dagað uppi fínar myndir, ekki að þetta hafi verið eitthvað svona ítti hliðar eða rusl. Nei. Síður svo. En þetta frá ýmsum tímum, bæði frá því bara fyrstu árin að hún kemur, maður sér það svolítið á stílnum. Já. Og alveg bara fram undir það að hún svona hætti að mála. Já. Og við hjónin, Helena Dejak og ég, við ákváðum að það væri eðlilegt að sýna þessa myndir, í fyrsta lagi, því að þær eru fallegar og segja sína sögu, og síðan að gefa hollvinasamtökunum, Sjúkrahússins og Akureyri, allt kaupverð eða söluverð myndana. Já, einmitt. Mamma hefði verið mjög ánægð með það og þau bæði hjónin þurftu náttúrulega eins og gengur að leita til Sjúkrahússins og ég meina bara, ég held að þetta sem sagt verði hið besta mál að það er nóg með pening að gera þar, ég veit það. Já, ég held að það er engin vafa á því. Þannig að við erum svona slá kannski 2 flugur í einu höggi. Já. Með sýningunni. Já, einmitt, þannig að fólk getur, ef því list á myndir, það getur keypt þær. Eða bara komið til að sjá þær. Já, bara hvort heldur sem er. Þannig að það er skemmtilegt að vita af því og örugglega margir sem að sæjum sér leik á borðið að slá 2 flugur í einu höggi. Já, ég vona það. Ég óttast það ekki að við munum selja þarna bara vel. Já. Einmitt, að því að það styrkir gott málefni og eignast fallegt listaverk í leiðinni. Já, akkurat. Nú margir, allavega miðaldra og eldra fólk á Akureyri, þekkti mömmu, eða minnst kannaðist við hana. Já. Þannig að það er svona ennþá tengsl. Akkurat. Og bara margir sem myndu vilja heiðra það og þetta bara rifja upp kynnin í gegnum verkin. Ég er ekki frá því. Nei, ekki spurning. Og hvenær hætti hún að mála? Sko, hún málaði nú svona fram yfir 2000. Já. Og hættir kannski aldrei beinlínis alveg en svona það dró mjög úr því með aldrinum. Já. Gerði það nú þegar svona síðustu 10 árin málaði nú ekki mikið. En þannig að þetta spannar alveg svona 50-60 ára tímabil þessi sýning. Það gerir það. Já. Það gerir það. Það er stórmerkilegt og eins sem þú segir að sé hægt að rekja stílinn svolítið í gegnum ár. Já, það er bara eins og þekkt hjá listamönnum, hann breytist og það gerir það, þó að þetta sé allt vatnslitamyndir, hreinar og klárar, að þá sér maður það. Já, og einmitt og kannski þó að efnistökin sé oft náttúran og fuglar og svona þá bara... Já, það er munur á stílnum. Þetta er mjög spennandi. Og hvernig verður opnunartíminn á sýningunni? Jú, við ætlum að hafa sýningar opnun klukkan 16 á föstudaginn, altså 4 síðdegis á föstudaginn. Og sýningin verður svo opin frá 4 til 9 á kvöldin virkadaga, en aðeins lengur helgar. Þá byrjum við klukkan 2 til 9 á kvöldin. Til 9 á kvöldin. Já. Þannig að það er nægur tími fyrir áhugasama til þess að skella sér í degluna og skoða þessi glæsilegu listaverk og jafnvel eignast eitt. Þannig að við hvetjum auðvitað bara alla sem að vettlingi geta valdið til þess að mæta. Nákvæmlega. 13. ágúst til 22. Já. Þetta er ótrúlega spennandi. Ég hlakka mikið til að mæta og berja þetta allt saman augum. Bara þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Sigurður, og segja mér og okkur frá þessu. Já, mín var ánægð.